Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Þetta þáttur númer 74 og í þættinum í dag ætlum við að tala kelta á Íslandi. Söguskoðun hlaðvarp sögu og sagfræði og eins og venjulega þá eru við umsjónarmenn hlaðvarpsins mættir hingað aftur Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæll, Ólafur. Blessaður. Hvað segirðu þá? Já, ég hress bara og endilega gaman að fara að tala kelta. Þetta svo sem líka umræðefni sem ég haft mikið gaman af og mikið áhuga á. Keltar á laugardagskvöldi, það ekki hverjum degi sem við erum komin hérna saman á laugardagskvöldi sem maður hafi ekkert eitthvað betra að gera á laugardagskvöldi heldur en að vera hér. Hefur eitthvað betra að gera en að vera söguskoðun á laugardagskvöldi, það ekki best. Nákvæmlega. Já, það gaman að þessu keltar, þetta auðvitað svolítið svona skemmtilegt málefni og einmitt gaman að halda okkur aðeins við íslensku sagfræðina. Við vorum hér í síðasta þætti að ræða galdarmálin á Íslandi en reyndar auðvitað líka í alþjóðlegu samhengi og mjög líflegar umræður þá, langur þáttur. Já. Galdarmálin. Já, það komið umræður óvart en það einhvern veginn, eins og hún að tala galdrar náttúrulega svo áhugavert fyrirbrigði þannig að það liggur mann svo mikið á hjarta, það svo rosalega mikið sem maður vill koma frá sér og svo endur sem þetta að tala það þannig að það hleypur tíminn bara. Það bara svo leis. En jó, keltar, það nú skemmtilegt frá því að segja ég einmitt að fara til Írlands bara núna í næstu viku. Að fara til Dublin, Dublinni. Já, Dublinni, já. Hvað það að brasa þar? Fyrsta sinn sem ég kynna þangað. Nei, það í vinnuerindum, skjalaerindum, að fara meðal annars að heimsækja írska þjóðskjalasafnið. Já, það gaman. Hefur þú komið til Írlands? Nei, já, þannig bara alveg eftir. Það mér mikið til þess að fara til Írlands og keyra eyjuna og svona þvælast almennilega og fara á svona hinu þess að söguslóðir. Það væri mjög gaman. Landslagið náttúrulega ekkert svo rosalega ólíkt svona því sem maður á að venjast, sko. Nei, mitt. Og síðan líka, ég hef haft tölvöld áhuga á þessu, en ég tók þarna BA-gráðu í norrænum og keltneskum fræðum við Háskólann í Oslo á sínum tíma. Og hafði í raun og veru sko ástæðan fyrir því líka hverju byrjaði því var að ég ætlaði mér í raun að skrifa doktorsritgerð eitthvað tengt á keltneskum áhrifum mögulega eða keltneska áhrif og norræn saga, norræna bókmenntir eða eitthvað slíkt. Já. Ætlaði mér að fara eitthvað þannig en síðan nefndi ég ekki að læra írsku þannig að svona misti ég aðeins áhuga á því verkefni en þá var alltaf verið tölvöld að sökkva mér í svona keltnesk fræði og var að lesa alltaf keltneska og goðafræði og bókmenntir og svona alltaf var ég líka bara að síðan í meistararitgerðin minni og var ég að skoða alltaf keltneskar heimildir. En þú doktorsritgerðan eftir? Já, en ég sé ekki fyrir mér að skrifa doktorsritgerð þetta því ég nenni ekki að læra gelísku eða írsku eða hvað maður kalla það of mikill pakki. Ég veit, hún frábrugðin, hún fjarskild. Já, hún frábrugðin. Ég held ég hafa enst í 2 vikur í írskunni og gafst ég upp. En það svolítið sérstætt að þetta sé meðhandla samt saman sem sko nám til BA-prófs. En þetta oft tengt sko og ég sé það líka í öðrum háskólum og svona fræðasviðinu og ég held kannski Evrópa sé náttúrulega bæði vegna þess að þetta svona það mesta sem maður hefur af bókmenntum á öðru tungumáli en latínu, sér svona innan gæsalapa svona þjóðurnis eða einhverju þjóðtungu, það orðið sem ég nota þetta. Það með alla norrænu bókmenntin og svo ertu með alveg töluvert af keltnesku bókmenntum og þá frá Írlandi og Skotlandi. Einmitt. Fyrst og næst eitthvað aðeins frá Walesi og líka. Og það nú einmitt það sem við ætlum að tala í þættinum í dag. Það eru þessi tengsl og
Við ætlum að ræða sem sagt fyrirbærið keltar á Íslandi og tilefnið að þessar umræður nú bók sem að kom út fyrir 1,5 ári síðan eða svo sem að ber þennan samnefnda titil eftir Þorvald Friðriksson kom út árið 2022 og vakti mikla athygli og það var fulltrúi hlaðvarpsins sem að fór á stúfana og var sér út eintak. Jú. Og við ætlum að ræða þessa bók á eftir og það svona tilefnið en við ætlum kannski líka þess að kíkja svolítið á þetta svolítið almennt þetta málefni því þetta eru ekki í fyrsta sinn sem að talað kelta á Íslandi og við vitum það að landnámsmenn voru að hluta til keltneskum uppruna, það að segja frá Bretlandseyjum og þetta er auðvitað svona eitt af þessum málefnum sem auðvitað eru svona greiðarlega svona djúsi og áhugaverð og svona, þú veist, af því að þetta tengist svolítið í orðsins fyllstu merkingu DNA-inu í íslensku þjóðinni, sko. Já. Það er þessi upprunni þjóðarinnar og hver maður og þetta skilur, þetta er mjög, mjög mikilvæg spurning í sögu Íslands og menningu þetta. Það er að skoða hvaðan hún kemur og hvernig hún er samansett, hvernig hún er af Guði gerð. Já. En ef við ætlum að byrja kannski, við getum að litið þess að á kelta. Einmitt. Sem fyrirbrigða, því náttúrulega það er náttúrulega áhugavert. Það sem við líka sérstaklega áhugavert með sögu keltan er að keltarnir voru rosalega útbreiddir í Evrópu á sínum tíma. Já. Og samanber það að þú varst með kelta sem náðu í allt frá kannski Portúgal í vestri og allt austur til Tyrklands í austri. Þá eins og landafræðin er í dag og svo náttúrulega norður til Skotlands og suður til Ítalíu. Þannig að keltar raunum veru voru ráðandi á stórum hluta þá vestur og mið-Evrópu og menn telja svona kannski að keltarnir eigi uppruna sinn kannski í því sem í dag er hvað var að segja suður Þýskaland, hluta Frakklandi kannski, Austurríki cirka það svæði. Já, en er það ekki í rauninni kannski bara svona ein af fleiri kenningum, það er þessi Hallstatt kultúr, eða ekki, þetta er svona að því að við finnst þessi að við séð að það séu alveg mismunandi kenningar sko uppruna í vestri og uppruna í austri og uppruna í miðjunni og svo framvegis, sko, en þetta er auðvitað svo ótrúlega langt í burtu í tíma, sko. Það er nefnilega það og þú erum alltaf með svo lítið sögulegu heimildum þannig að það sem við erum að tala núna náttúrulega fornleifafræði. Já. Og eins og þegar þú talar Hallstatt menninguna þá er það náttúrulega beint úr fornleifafræðinni og segja hann seinna að þessi latin menningin og eitthvað slíkt. En svona gróflega séð þá allan að vitum við að það var þetta keltneska þá réðu keltar megnunni til yfir þessu svæði og hvað var að segja blómstruðu þá náttúrulega og sérstaklega þessi latin menning blómstraði þá svona þessi síðustu 500 ár fyrir Kristburð og var þá síðan þá brotin og bakaftur og kannski hægt og rólega þurrkuð út einmitt þá af Júlíus Sesar og Rómverjum. Þess er það bara svo áhugavert að keltarnir síðan fara frá því þá að ráða yfir tölverðu stóru hluta Evrópu, auðvitað ekki í einu ríki, þetta var allir mismunandi ríki og svona og ættbálkar allavega þannig, en svona þessi keltneska svæði fór frá því þá að vera ráðandi og stórum hluta Evrópu í það að vera pressað út á jaðarinn og blanda saman við náttúrulega. Blanda saman við og svo pressa út í jaðarinn og þekkt þá þessi Celtic Fringe eins og við kalla þetta, sem er þá þessi keltneski jaðar frá norðurhluta Skotlands suður yfir Írland, gegnum Wales og síðan Bretagna skaga í Frakklandi. Það er bara þar sem þessi keltnesku tungumál er ennþá töluð eitthvað í dag. Þetta er ótrúlega áhugavert því að þetta er náttúrulega, þú segir sko réðu yfir Evrópu, það er kannski einleitt að segja, þú líka sagt kannski bara bjuggu í Evrópu, skilur að bjuggu á þessum svæðum. Já, og var svona meirhluti, það sé, ég er ávið það, meirhluti ráðandi, ekki einhvern veginn svona drottni við rauðum, svona bara í meirhluta, það er kannski best að nota það orð. Já, og svo er þetta náttúrulega þetta samfélag sem eru ekki með neitt ritmál, þannig að þetta voru ekki, þú veist,
við vitum þannig sé ekkert, já, fornlega fræðin og svo náttúrulega þetta, sko málvísindinu þetta og kannski svolítið essensin í þessu sem að við ætlum að tala í dag með sko málefnið keltar á Íslandi líka, sko, það er auðvitað sagnfræðilegt viðfangsefni upp að ákveðnu marki en það er náttúrulega fornlega fræði líka og ekki síst sko málvísindi, sko, tungumálið, sko, það segir manni oft svolítið mikið uppruna þjóða, það er hvernig tungumálið er byggt upp náttúrulega. Já. Og við náttúrulega erum með þessar indo-evrósku þjóðir skilur sem að komu inn í Evrópu og þrýstu hinum út í jaðarinn sem voru þar á undan þessir finno-úrgísku tungumálaflokkar og af þessum indo-evrósku málum þar ertu náttúrulega með germanina og út með þessar rómönsku flokka sem eru við Miðjarðarhafið og síðan ertu með keltana og síðan ertu með slafana í Austur-Evrópu. Já. Og germanirnir eru í Mið-Evrópu og í Norður-Evrópu og rómönsku málin í Suður-Evrópu og náttúrulega keltarnir notabene eru þetta á Íberíuskaga líka, sko. Allir í Vestur-Evrópu. Svo er þetta svolítið svona samspil þessara fjögurra þjóða. Já. Ekki þjóða, fjögurra svona tungumála flokka sem maður getur þó sagt skilur þjóðflokka eða skilur og svo auðvitað hefur sýnir náttúrulega líka fornlega fræðin auðvitað skjáttlast ekki náttúrulega að það eru sameiginleg menningar einkenni keltnesk. Já, og þetta er svona áhört náttúrulega líka því að þetta er náttúrulega svo lítið af sögulegum heimildum þannig að þetta er svona mikið púsluspil. Það er eins og til dæmis nefndi að þessir keltar eða hlutaðum náðu allt austur til Tyrklands þá getur maður til dæmis að spora því til dæmis í Nýja testamentinu Biblíunni, að til dæmis bréf Páls postula til Galatamanna Galatabréfið til dæmis, það eru gallar eða afkomendur, ykkur niðjar þá þessa keltneska fólk sem hélt inn í Tyrklanda og Anatólíu og var þá ennþá til sem allavega einhver hópur þá hans tímum sem er mjög áhugavert, þá ertu með svona leifar, þannig einmitt þarna svona lítið púsl sem er þá hluti af þessu stóra púsluspili að reyna að búa til ykkur að sögu þá þessa fólks, þessa keltneska fólks. Kannski voru trójumenn keltar? Já. Var það ekki það sem við rættum eitt tímanum að það? Það sem var að segja að trójumenn væri kannski frá Finnlandi? Já, frá Finnlandi. Það var þetta mjög skemmtileg bók en jú, það er náttúrulega langsóttar hugmyndir. Ég veit. En þetta er svolítið áhugavert að sjá þetta sem svona, kannski svolítið svona einföld uppsetningu þetta, en ef maður ímynda sér einhvern veginn að þú hefur verið með svona þessar fjóra þjóðflokka eða þú veist þannig, sem að, þú veist, einn í vesturinu og einn í norðurinu og einn í austrinu og einn í suðrinu. Og síðan sko á þjóðflutningatímabilinu þá verða rosa mikla hræringar og fyrstu þetta gera náttúrulega fara Rómverjar skilur og leggja undir sig Spán og Gallíu og hluta Bretlandi og síðan koma þá nokkur 100 árum setna koma germanirnir inn í líka og úr verður frankar og Spánverjar og engilsaxar skilur og áhugavert að skoða þetta í þessu ljósi og svo náttúrulega gerist það þá líka að svona seinni hluta þess að svona kannski sem svona pínlítið áframhald af þessum þjóðflutninga, ég veit ekki hvort að flokkist undir þetta þjóðflutninga tímabil á ármiðöldum eða síðfornöld heldur, það er að segja þegar að germanirnir í norður Evrópu eða í Skandinavíu, það er að segja hinir norrænu menn sem er ángi hins germanska menningarsvæðis fara síðan að flytjast út og hitta alla þessa í þessum suðpotti sem Bretland er og það minnir mig svolítið á það sem við vorum að tala um þegar við vorum að tala um bastardinn þá vorum við að tala um Bretland og England á tímabilinu 800 til 1000 eða eitthvað svoleiðis þú veist hvernig það var svona þessi suðupottur skilur keltar, engilsaxar og svo norrænir menn og svo náttúrulega verður enska tungan til úr öllu þessu skilur sem við ræddum og það náttúrulega kannski engin tilviljun ekki tilviljun, þú veist, mjög heppilegt að það tungumál er síðan lingua franca þetta þegar það búið til úr svo mörgu algjörlega og þess vegna er einmitt áhugavert líka og það er líka hlutaði kannski okkur til þessi keltnesk og norrænu fræði hangar svona saman er að við getum lesið það til þessi heimildum að það voru norrænu menn sem svona tóku upp ákveðna írska siði eða írsknöfn giftist inn í írskar höfðingjafjölskyldur á þá
bæði þá í Írlandi eða Skotlandi, eins Írar eða Skotar sem tóku upp jafnvel norræna trú og þeir tala það allir með þessi heimildum svona, hvað kallaða svona norrænis einhvern veginn Írar eða svona írskifiseraðir norðmenn, einhvern veginn þannig fyrirbrigði að þeir náttúrulega, þegar þú ert með fólk sem hittist, þá náttúrulega verður maður fyrir áhrifum og þetta náttúrulega blandast og England náttúrulega einmitt áhugaverð fyrirbrigði náttúrulega einmitt sem þessi suðupottur sem það hefur verið. Og maður getur spurt sig, akkur höfðu allir svo mikið áhuga á því að koma þangað? Hvað er svo merkilegt við England og Bretland? Spurning hvort það sé nálægðin, en því að eiga létt að sigla. Já, sko, spurning. Já, þú ert náttúrulega með þetta Rómverjar komuð þangað og þú veist, upphaflega var það nú bara einhver svona glory leiðangur hjá Caesar og síðan náttúrulega koma engilsaxarnir þarna og þú veist, ég man nú ekki hver ástæðin fyrir því að menn vita kannski auðvitað ekkert hver ástæðin kannski, en þú veist, ofta þegar menn er að tala þjóðflutninga þá það kannski eru þjóðir að flytjast búferlum að því að þær eru að því það þrýstingur annar staða frá og eins og stóra þjóðflutninga tímabili er náttúrulega út að þrýstingja austan það ekki út af frá húnum Jú, meðal annars og svo náttúrulega þessi útrás norrænna manna á því sem við köllum víkingaöld er náttúrulega út af alls konar ástæðum. Ýmsar ástæður. Ég ætla að hluta þessi náttúrulega líka tógið frá Englandi vegna þess að í þeim skilningi að þetta náttúrulega Rómverjar náttúrulega unnutöluvert með England í þeim skilningi, þú veist, að það voru reisti bæir og lagði vegir og mikill uppgangur þannig að það náttúrulega tógaði þá til sín fólk frá fátækari svæðum til dæmis í Danmörku og því sem er í dag Norður-Þýskaland. Þannig að náttúrulega að leita þá að velmöguninni þar. Og eins náttúrulega þá þetta enska konungsríki var mjög, hvað við segja, framarlega þegar koma stjórnskipun og skattheimtu allan þannig á ármiðöldum, þannig að það náttúrulega líka sogaður til sín örugglega þá náttúrulega einhvers konar víkinga höfðingja og einhver svona ofbeldismenn sem sá sér leika á borði að þarna gæti broti undir sig einhvers konar stjórnsýslu fyrirbrigði og heimta skatt af íbúum til dæmis. Síðan náttúrulega líka og pressa náttúrulega heima fyrir, íta mönnum út. Og norræni menn eru að herja þarna Lindisfarne, er það ekki fyrsta árásin hann 700 og eitthvað? Já, 793 ef maður rétt. Svo talaði sko að þeir koma til Írland sko, er það ekki upp úr 800? Já. Og til Orkneyja og Hjaltlands líka. Já. Og það finnst mér alveg stórmerkilegt líka sem Orkneyjarnar og Hjaltland sko að þú veist það var byggt norrænum mönnum sem töluðu sko tungumál sko norn. Já, það var tungumál. Sem er útdautt mál sko. Já. Dó út svona upp úr 1500 eða eitthvað og kannski svona síðustu leifarnar á 18. öld eitthvað þannig sko. Til dæmis hérna, ég veit nú, þetta er náttúrulega ekki réttur framburður hjá mér auðvitað, en ég er hérna með faðirvorið á norn. Þetta var skrifað niður 1770. Ég veit. Þá skrifaði sko faðir sem F-Y, ég veit ekki hvort það er berið að fransa í eða hvort sé með Y eins og í norsku í dag, hvernig það er allavega Fívoror er í Kímeri, halagt vara namditt. La konungdum din kumma, la vildin vera guerde. Þetta er, ef þú lest tekst að þú skilur þetta. Þetta er náttúrulega hljómar þetta er þekkt stærð þetta, því að við kunnum náttúrulega faðirvorið. Já. Þess að til mér Kimni eða Chimni eða eitthvað, þú myndir ekkert fatta það sko nema því á íslensku veistu að þetta er himni sko. En já, það er en þetta er stórmerkilegt og við stundum gaman að hugsa út í það sko, þú veist að ef þessi norrænu menn hefðu haldið áfram að búa Hjaltlandi og Orkneyjum sko og að því þetta það sem síðan gerist er þetta náttúrulega að koma skotararninn eða þú veist, keltar, afkomendur kelta eða þannig og náttúrulega enska og Skots tekur við þarna Skots eða ekki svona einhver blanda af eitthvað svona ensku skotin gelíska eða öfugt. Jú, eitthvað slíkt fyrirbrigði og það og náttúrulega líka þessi enski reimur náttúrulega, þessi skoski reimur náttúrulega kemur náttúrulega gelíska
en sko þá hefði það ekki orðið svona tungumáli mitt svona eins og færeska og íslenska sko Já, og svo náttúrulega þetta ennþá skemmtilega spekulæra sko náttúrulega ef að frændur okkar grænlendingar hefðu lifað af sko Já, það verður mjög áhugavert nefnilega. Þá hefði maður haft sko enn eitt tungumálið líklegast í dag. Já, einmitt. En já, norrænu menn á Írlandi, við ætlum að ræða þetta í tengslu við Íslandu þetta því að hérna ef norrænu menn að koma til Írlands og við vitum það að þarna alveg heilmikil saga og auðvitað mikið af þessari sögu er umrætt auðvitað í íslenskum heimildum miðaldabókmenntum og tengist auðvitað landnám Íslands mjög mikið. Af því að það auðvitað málefni sem við höfum rætt áður hér í mismundi þáttum, mismundi málefni það er landnám Íslands og nú síðast auðvitað þegar við tölum hérna var ekki Svarti víkingurinn og það er auðvitað mikið komið inn á þetta með með þessa þræla sölumenn hérna í Dyflinni og allt þetta sko. Einmitt að hann hérna Geirmundur Heljarskinn hafi verið á þrælamörkuðum þarna þá í Dyflinni eða í kringum Írland og hafi verið að kaupa þræla þar til að sigla með til Íslands og láta það síðan vinna þarna. Já, þannig að þú veist að þannig að við vitum auðvitað og þannig að það sem líka er áhugavert með þessi keltneska áhrif á Íslandi er að við vitum að það voru einhver keltneska áhrif. Það er sem allir eru sammála því. Við vitum það var samgangur þarna við kelta, það var samgangur milli Íslands og Bretlandseyja og slíkt. En síðan aftur deilumálið þú veist, hversu lítil voru þessi áhrif eða hversu stór voru þessi áhrif. Einmitt. Og þetta hefur auðvitað verið fjallað svolítið þetta íslenskri sagnfræði mikið og það eru auðvitað bara já, mikið oft er að vera að ræða þessi málefni vera að vitna í rit frá miðri 20. öld og fyrirluta 20. aldar og alls konar svona og menn hafa verið að beita einum ýmsu aðferðum auðvitað til þess að skoða þetta. Menn hafa verið að skoða höfuðkúpur og skoða bein, bera saman bein og höfuðkúpur á Íslandi og í Bretlandseyjum og í Noregi. Menn hafa auðvitað verið að skoða tungumálið. Menn hafa verið að skoða skriflegar heimildir eins og Landnám og Íslendingabók og svo framvegis. Menn hafa verið að skoða uppruna húsdýranna og basically allra dýra á Íslandi og svo náttúrulega þjóðhættir og svo framvegis. Og mér sýnir svona á þessu að eins og þú segir, þetta er svona allir sammála það, þú veist, að við vitum alveg að það segir í skriflegum heimildum náttúrulega, þú veist, það eru nafngreindir landnámsmenn sem eru að koma frá Bretlandseyjum, þess að samt lítið hlutfall held ég sko. Svo vitum við það náttúrulega að landnámsmenn voru með þræla og við vitum að þeir voru írskir og svo eru örnefni á Íslandi sem er engin vafi að hafi verið að séu keltnesk og engin er eitthvað deila neitt það og nöfn og svona eins og Njáll og Kormákur og Kjartan og Dufgus og Kapall og Brekan og eitthvað svona þetta eru svona þessi keltnesku orð sem að menn ekkert að rífast sko. Nei og Baggall það er svona biskupastafur og einmitt held ég að naut líka held ég að sé menn telja sér keltneskt það finnst ekki sem skandinávsku tungumálum og svo nú svolítið áhugavert líka mér veist, sem ég hef séð talað að menn að vera að skoða svona örnefni og svona sem á keltneskum toga eða uppruna virðast vera gömul þau virðast vera svolítið konsentreruð á Vesturlandi og Suðurlandi og Suðvesturlandi svolítið hann talar þetta Gísli Sigurðsson sem hjá Árnastofnun skrifaði þetta bók sem kom út svona var gefin út upp úr 2000 háskólaútgáfunni byggð á Emma-ritgerð hans sem kom út á 9. áratugnum sem heitir Gaelic Influence in Iceland skemmtileg lesning og hann svolítið mikið að gera úr þessum keltnesku áhrifum en mér finnst hann ekkert vera að ganga neitt eitthvað rosalega langt í eða þú veist, það er svolítið svona þetta með að sumum finnst aðrir vera að ganga of langt í þessu. Ég bleið að lesi þá bóku, ég las henni einmitt vegna þess að þá var ég mikið að spá í öllu þessu og ég gerði mig bara ekki grein fyrir því ég var fyrir smá vonbrigði með hennar vegna þess að ég hélt hún væri eitthvað annað en hún þetta er
príðskóð bók en hún náttúrulega bara svona yfirlit yfir rannsóknir upp á þeim tíma ég held að þetta væri áframhaldandi rannsóknir eitthvað slíkt hann er raun og veru, hann er fyrst og fremst bara að segja frá hvað aðrir hafa verið að rannsaka Já. og ekki það mikilvægt rithöfunda sem slíkt en ég held hún væri aðeins meira en það er náttúrulega líka gott dæmi það náttúrulega er rannsóknarverkefni hér þú veist, það er af nægu að taka og hann nefndi rétt eins og þú segja hann fer varlega í það hvað við segja að svona íta fram með þessum keltnesku áhrifum mér finnst kannski það vera svolítið svona sameiginlegt hjá megnið af þessum fræðimönnum þeir fara nú varlega í það er svona fáir sem er að halda því fram að séu sko eitthvað stórkostlega áhrif Já. En svo er alltaf nefnt hérna Hermann Pálsson keltar á Íslandi 1997 sem er svona eitt af þessum svona helstu bókum sem er vitnað í þessu Já. En svo eru náttúrulega með erfðafræðina í þessu líka og það auðvitað hlýtur að vera svolítið svona groundbreaking niðurstöður sem að koma úr því rannsóknir á svona AB og blóðflokkum hjá Íslendingum sem sýnir náttúrulega að við erum náttúrulega stórum hluta svona erfðafræðilega líkamlega komin af fólki frá Bretlandseyjum. Já, segir ekki einmitt eitthvað 40% af landnámskonum 60% eða ekki? Já, ok, svo hátt, já það verið írskar og það auðvitað segir ýmislegt sko það er samt spurning, þú veist, erfðafræðileg þátturinn er svona stór en það er samt mjög óvíst hvernig sá þáttur hefur áhrif á aðra þætti og þá er því til dæmis að hvað vitum við nema að þessir írsku þrælar hafa til dæmis verið neyddir til þess að læra norrænu og tala bara norrænu og hafa til dæmis verið refsað fyrir að tala írsku heima fyrir að gelísku þá náttúrulega verður áhrif á tungumál mjög takmarkaður ef þú ert alltaf neyddur til þess að tala tungumál herraþjóðarinnar á meðan að eins og minnst nefnilega áhugavert það er ég útti búið þetta saman til með sviðið mitt Vilhjálm Bastard og hann yfirtöku hans 1066 hluta því til dæmis ef þú fer á enska veitingastað og kaupi ef þú ert að panta til dæmis ímyndum okkar og þú sért að fara að kaupa kindakjöt þá náttúrulega er enginn að fara að bjóða þér sheep þú veist það er enginn sem stendur hvergi sheep meat eða einhvern veginn þannig Sheep Já, en þú færð aftur á móti þú getur aftur á móti fengið mutton Já það er eins, þú hvergi að fara að fá sko pig það er hvergi að fara að standa pig Yeah, we are serving pig today Nei, þú veist, það er pork Það er pork og það er og veal nákvæmlega, og það er veal og beef nákvæmlega, og hvað koma þessu orð? Jú, þetta eru orðin sem þá normanska franska þá herraþjóðin talaði við matarborðið þannig komið þessi frönsku orð inn í enska tungu á meðan að kannski fólk ennþá notaði þessi orð eða sem engisaksarnir notuðu kannski ennþá pig og sheep og eitthvað svona heima fyrir og það er nefnilega mjög áhugavert en þá getur maður einmitt hugsað sig kannski með íslenskunni að vera eitthvað svipað að nei, fólk voru megninu til þvinga til þess að læra norrænu og tala norrænu þá kannski eru áhrifin á íslenska tungu sára lítil eins og margir fræðamenn hafa svo sem haldið fram En mér finnst áhugavert hérna að því vorst að nefna hann eða við vorum að nefna hann Gísla hérna sko í bókinni hérna Gaelic Influence það segir hann í enganginum sko eða í formálunum að sem er hans að ræðum sko ef ég mann rétt sko svona rannsóknar spurningarna eða þú veist hvað hann er að spá í með þessari bók sko þá er hann að tala sko þú veist það er þetta bókmennta undur sem íslenska þjóðin er og sko íslenska þjóðin er sko er algjörlega sér á báti þegar kemur að því að skrifa bókmenntir á miðöldum og öll þessi hirðskáld norsku kongana voru allir Íslendingar og þú veist og Íslendingar voru skrifuðu hérna bara sögu allra Norðurlandana og voru að skrifa upp þessar riddarasögur og biskupasögur og Íslendingasögur og allt þetta og þetta er bara svona einhvern veginn alveg bara mjög einstök bókmenntahefð sem að við getum svo sannarlega verið stolt af við Íslendingar og það er spurningin sko, þú veist, hvaðan kemur þetta sko, þá kannski tengist þetta sem við vorum að nefna þetta náðan með að þú sagðir hérna alveg upphafið þetta að Írar voru mikil bókmenntaþjóð sem skrifaði á sem sagt móðmálinu og það gerði Íslendinga líka bókmenntaþjóð sem skrifar á móðmálinu meðan flestar aðrar þjóðir ef þar eru bókmenntaþjóðir þá skrifa þær á latínu nákvæmlega og það er svolítið svona, já, hvernig getum við útskýrt þetta og eða þú veist, getum við útskýrt þetta með því að skoða þennan írska
írska menningararf, getur verið að hér séu ykkur tengsl hér á milli og Gísli náttúrulega auðvitað bókmennta sérfræðingur, skilur þannig að hann náttúrulega er svolítið að tala hvernig þessi keltnesku áhrif koma fram í íslenskum fornbókmenntum. Já. Og það er mitt áhort líka, menn þá líka líta til dæmis á ljóðagerðina og til dæmis að líta til dæmis á það að Írar áttu sér líka mjög ríka ljóðahefð og það sem varst með írsk skáld sem flökkuð á milli höfðingja og fluttu ljóð sín þá og það allir með eitthvað sem svipa fyrirbrigði og sér síðan einmitt á Íslandi með skáldin og skáldin sem heldur til Noregs og fóru með ljóð fyrir Noregs konunga og það er nefnilega þetta er náttúrulega, það er ástæða fyrir þetta er einn af stóru spurningunum því ég held að það sé kannski erfitt að gera sér grein fyrir því hvað þetta er í raun og veru einstakt að Ísland hafi verið og sé þessi bókmennta þjóð sem við erum og hversu einstakt það er í miðaldasögunni að það var framleitt svona gífurlegt magn af bókmenntum þarna og það á þjóðtungunni, móðmálinu. Einmitt. Og þá náttúrulega þetta freistandi að þú lítur út fyrir út fyrir Ísland og leitar að einhverju svipuðu fyrirbrigði að það eina sem þú finnur þá er mögulega þá Írland og gelíska svæðið og kannski mögulega fornenskan líka af því það er áhugavert að til töluvert af ritum á fornensku. Já. Og það allir eins og til dæmis það að þotnið okkar, það kemur frá Bretlandi. Já. Inn í stafrófið. Og það allir líka hluta því sem af hverju ég allir gerði það líka á sín tíma. Ég byrjaði að læra að lesa þarna fornensku því mér fannst það líka svo áhugavert og langaði til þess að skoða líka hvað við segja samspilið þar og mögulega áhrif þá einmitt fornenska áhrif á íslensku og íslenskar bókmenntur og slíkt. Það held ég sér líka, það eru líka rannsóknarverkefni sem hægt vera að vinna með. Já. Og síðan náttúrulega líka, maður er ekki búin að nefna heldur en náttúrulega líka með norræn og keltnesfræði. Við náttúrulega erum með til rúnir og rúnirnar og rúnafræðin. Já. Og það sem er líka áhugavert er að á Írlandi fyrst og fremst ef mann rétt, þar er líka nefnilega svipað fyrirbrigði sem heitir heldur Ogham sem líka fyrirbrigði sem ég ætlaði meira að læra á sínum tíma en nefndi síðan ekki að sökka mér almennilega í en það er ákveðið skrifmál sem eru þá beilnar línur og punktar á því og risti þá tré eða steina og slíkt. Það allir með sambarlegt fyrirbrigði og rúnunum í ýmsu leyti. Það er það sem líka er ekstra spennandi að spá í, þú veist, af hverju erum við með eitthvað svona parallela hérna, af hverju er svona keimlík eða mjög lík fyrirbrigði í bæði þessum keltneska menningarsvæði og þessu norræna menningarsvæði. Einmitt. Svo er annað í þessu, það er hérna las gamla grein eftir Guðmund Guðmundsson Guðmund Jóð Guðmundsson í sögu það sem hann að tala nefnir sérstaklega þjóðveldið og íslenska höfðingjasamfélagið sem svona ákveðin líkindi þar ég svo veit ekkert meir það heldur bara þessa grein sem ég las en sem sagt að sé ákveðin líkindi með þessu stjórnarfyrirkomulagi sem menn komu sér á Íslandi og síðan þessu höfðingjasamfélagi sem var á Írlandi. Já. Og svo náttúrulega nefnir hann líka einhverja siði í tengslu við fóstbræður og greftrun og leika og föstur og eitthvað sem kemur fram í Íslendingasögunum Já. Ég veit ekki hvort að Gísli nefni þetta líka ég ætla að lasa ekki alla bókin hans. Nei. Og svo náttúrulega kirkjan, þessi frumkristni líka auðvitað. Já. Af því þetta veitum við náttúrulega stór hluti að landnámsmönnum voru kristnir. Jú. Ekki stór, einhver hluti af þeim voru það. Einhver hluti af þeim, já. Já, og það virðist hafa verið svolítið aftur að þessu sem ég nefndi áðan með þessi örnefni sem við sjáum svolítið á Vesturlandi og Suðurlandi og að þar virðast líka að verið svolítið þessum kristni og þessar heiðnu grafir eru meira út fyrir það svæði. Já.
Og það hangir náttúrulega líka saman með mögulega sko, keltum á Íslandi að það er mjög margt sem bendir til þess að það hafa verið á Íslandi einhverjir keltneskir einsettumenn, munkar sem hafa komið til eyjarinnar. Náttúrulega með papana. Já, meitt papana á undan norrænum mönnum og það hafa þá verið hérna, meitt svona einhverjir einsettumenn þegar fyrstu norrænum mönnum koma. Landnáma segir náttúrulega að hún segir hér sko þá voru hér menn kristnir, þeir norðmenn kalla papa. En þeir fóru síðan að brauta því þeir vildu eigi vera hér við heiðna menn og létu eftir bækur, írskar og bjöllur og bagla. Af því mátti skilja að þeir voru menn írskir. En þessir menn hafa nú ekki skilið mikið eftir sig auðvitað og hafa nú ekki fundist mikið af bjöllum og bókum eftir þá, en það eru þeir náttúrulega einsettu menn sem eru ekki að fjölga sér og eðlilega farið. Þeir voru ekki drefnir eða eitthvað. Já, það er líka mjög ólíklegt að þeir hafa skilið eftir bækundur og eitthvað slíkt sko, en meir líka að þeir hafa verið drepnir þá og síðan hafa menn einhvern veginn orðað þetta og svona. Er þessi keltnesku áhrif bara náttúrulega, þú veist, þeir eru að tala þá er náttúrulega ekki verið að tala papana, þeir eru náttúrulega annað sko. Eða þannig sé, skilur við. Annað? Nei, ég meina þeir, þú veist, papar er ekkert hlutað þessum íslenska keltneska, skilur við, það er eitthvað svona sem tengist þessu landnámi, svo kallega landnám fyrir landnámi, sko, fólk sem mögulega var hérna og er ekki að fjölga sér, skilur, og ekki, og það er ekkert hluti af þessu íslenska DNA. Nei, og náttúrulega einu sporin eftir það þá bara mögulega kannski útskýring á einhverjum örnöfnum eins og Papey og eitthvað slíkt. Já. En síðan náttúrulega það er náttúrulega líka umræðefni náttúrulega hvaðan kristnin kemur og til dæmis í Noregi þá hefur verið svona umræðefni snúist að hvort að kristinn í Noregi hafa komið til þess frá Bretlandseyjum eða hvort hann hafa komið suður frá á Þýskalandi og það er náttúrulega svipað með Ísland, hvaðan komu þessu kristustraumar og það sem er náttúrulega líka áhugavert af þessum tíma náttúrulega það er svolítið erfitt, sumir hafa verið að tala að það verið til eitthvað sem heitir keltnesk kirkja og keltnesk kristni, það er ekki rétt. Það var ekki til neitt sem hét keltnesk kirkja sem eitthvað sjálfstætt fyrirbrigði en það sem aftur var til var mismunandi blæbrigði af kristninni maður kallar það sem svo því að kátólska kirkjan var heldur ekki orðin almennilega miðstýrð og þarna á ármiðöldum kátólska kirkjan er ekki þetta sama stofnun og hún var orðin til þess að hámiðöldum en það voru ákveðin svona héraðs einkenni á kristninni maður myndi kalla það þess að til dæmis keltneska þessi svokallaða þá keltneska kirkja eða írska kirkja til dæmis fagnaði páskum aðeins öðruvísi heldur en kátólska kirkjan, þeir reiknuðu þetta út öðruvísi, ég er búin að gleyma hvernig þeir útreikningar voru en þetta var allir eitt af þessum deiluefnum sem kátólska kirkjan til dæmis neyttið á til þess að breyta og svona smá blæbrigða munur en ekki þannig að maður geti talað einhverja sér írska eða keltneska kirkju, það getur maður ekki gert. Ok, af því það hefur maður séð svolítið þeir sem er að tala sko þessi írsku einkenni í íslenskri menningu og þá er að tala þessa keltnesku kirkju og ég mitt þessi áðurnemdu Guðmundur talar í þessari grein sem ég las þarna einmitt þarna sko ákveðin líkindi með íslensku kirkjunu og ég allan sko, þú veist, segjum íslensku kirkjunu og írsku kirkjunu að það sé svona, þú veist, þetta sé svolítið svona veraldlegir höfðingjar sem eru líka sko trúarlegir höfðingjar á sama tíma og þú veist, þetta með, þú veist, þessir íslensku prestar voru að fjölga sér og það voru þessir írsku vist líka að gera og svona, en auðvitað hafa menni auðvitað líka tengt þetta, eða ekki við að hér sé áframhald frá heiðninni, en það ekki? Jú, en síðan er alltaf líka, þú sér það sama í Noregi til dæmis, það er að þú í Noregi varstu með sko þessa hvað kallað svona guðdómlega höfðingja eða konunga og það sem er áhugavert þú sér í kristinni þar er að sú hugmynd er bara tekin upp og spilað á áfram og höfðingin fer frá því að vera sko einhvers konar guðleg vera í tengslu við ásatrúna í að vera þá kristin guðdómlegu konungur vera dýrlingur eins og Ólafur Helgi. Þannig að þetta er rauninni, ef þetta er í íslenskri kirkju með kristni sko, þá þarf það ekkert endilega að koma frá Írlandi, getur alveg koma frá bara Noregi og er þá í rauninni arfleif þess að vera kristið jaðarsvæði sem er þá kannski ekki alveg búið að aðskilja veraldlegt vald og andlegt vald eins og var gert á meginlandinu meira. Já, en það er mikið seinna fyrirbrigði og
og til dæmis það áhugavert að fyrsta messan sem við vitum í skrifulegum heimildum í Noregi var það sem við köllum á norsku feltgudstjeneste. Það var svona þá hernaðar messa þar sem Ólafur Tryggvason tók land á Mostri 995 og bað þá sinn herprest að messa fyrir sig. Af því að það líka áhugavert að sko konungsvald og kirkja og kristindómurinn í Noregi í raun og veru bara sama fyrirbrigðið. Það sem að til dæmis herkonungarnir, þá þessi vikingakonungar voru með presta og biskupa með sér og til dæmis orðstafinn Stiklastað, er það ekki 1030? Þar voru til dæmis sikkor fylkingin með biskupa með sér og prestar og biskupar spiluðu mikilvæga rullu í því þá kristna til dæmis andstæðingar sem hefur tapað til þess að þá síðan taka á inn í þann hóp sem sigraði og svona og til þess að reyna að mynda einhvern veginn samheldni. Þannig að svona straumar getur náttúrulega alltaf eins verið þá afleiðing þess að það voru norrænir menn frá vesturhluta Noregs sem héldu til Íslands. En síðan auðvitað einhver blæbrigða munur á kristinni í Írlandi alltaf var kristni mjög tiltölulega snemma og mun fyrr heldur til dæmis Norðurlöndin. Þannig getur komið auðvitað einhverju straumar, þú veist, til þess að það var til dæmis kristnin og Írlandi til dæmis var mjög upptökin af þessum einsettu munkum sínum og maður getur lesið til dæmis svona sérstakar ferðasögur eins og hann heilagan Brendan sem var einmitt á að sigla Atlantshafið á litlum bát og koma við hinum á þessum eyjum og upplifa áhugaverð fyrirbrigði. Og þá hefur maður notað það til þess að tengst að það sé einhvers konar sögulegt minni að þarna hafi við þessi einsettu menn verið að sigla til dæmis til Færeyja til Íslands. Svo hafa menn líka verið að spinna utan á þetta og einhverjum svona góðsaglir. Og það auðvitað tengist auðvitað aftur á þessu með landnámi fyrir landnám eins og vorum að tala með pappana og svona og þessi hugmyndum Túle og þetta þetta náttúrulega eitthvað sem til í svona þessum írsku verið ekki þessi, hvað hétt hann þessi írski þarna Dísúílus eða eitthvað eitthvað þannig sem að sagði frá henni sagði frá því á 9. öld að á latínu einmitt það klassískt dæmi einmitt segir frá byrja ég með þetta fyrir 30 árum sögðu með klerkar sem dvalist höfðu á enni frá febrúarbyrjun til ágústbyrjunar það að segja á Túle en ekki aðeins sumarsólstöður heldur einni dagan og undan og eftir sé eins og sólin feli sig bak við dálítinn hól á kvöldin og hún gengur undir þannig að ekkert rökkur verið þessa örstuttu stund og maður getur gert hvað sem maður vill jafnvel týnt lís úr skyrtu eins og sól væri á lofti og ef menn væru þar upp á háfjöllum myndi sól ef til vill aldrei hverfa þeim og eitthvað svona líklegast er að tala Ísland þannig að hafa menn reynt að gera í skóna eða Svalbard Svalbard eitthvað en fornleifafræðin, segir hún okkur ekki eitthvað svolítið þetta líka svo við ætlum að tala þessu bókinn eftir Þorvaldur, hann ætlaði fornleifafræðingur og hann skrifaði þessi írsku hús og svona, það hefur verið eitthvað að vera svona ekki eitthvað svona írsk, hvað kallast þessi hús sem eru svona eins og snjóhús það eitthvað með það líka held ég á Íslandi náttúrulega fyrsta lag, ég höfum kannski byrjað að tala Seljalandshelli, það sem við fundu þessa krossa rista í vegginn, það mjög áhugavert og það þá spurning hvort að þar hefur mynd verið þá eitthvað svona írski einsettumenn og þá landnámi fyrir landnámið Jú, ég náttúrulega með þetta frá mig þegar að tala með þessi hús náttúrulega ber saman þessar, hvað ég segja hvernig menn hlóðu mismunandi tegundir á húsum þá einmitt úr grjóti og svona en það sem kannski erfitt með það að mér finnst það minnir mig svolítið á það minnir mig á svipaða kenningar og kenningar tengdar píramídum og píramídabyggingum Það er bara mjög áhugavert ef þú horfir á píramída þú getur fundið píramída allan heim þú getur fundið píramída í Mexíkó þú finnur píramída í Írak, Mesopotamía áður fyrr þú finnur píramída á Indonésiu þú finnur píramída út allt og það eru sumir sem hafa einmitt haldið í fram og þetta náttúrulega jaðarkenning en það haldaði fram til þess að mögulega hafa verið til einhver menning sem við höfum ekki almennlega rit það heimildir sem hafi
dreift úr sér allan heim og hafa mögulega verið sko einhvern veginn svona globalisert eða alþjóðleg menning og mikið hærra teknisti heldur við gerum okkur grein fyrir. Já. Ok, það einn kenning. En Þetta svona History Channel material sko. það nefnilega málið sko, alveg fullkomið fyrir þá sko og best náttúrulega getur dreigið einhver gemurur inn í þetta. Gemurinn er líka sko, já. En síðan aftur móti spurningin, ok, já, en hvað við stoppum og spáum, hvers konar bygging píramídi? Jú, píramídi í rauninu mjög einföld bygging. Þú byggir bara, fyrst leggur steina og gerir stóran grunn og síðan hleður steinum ofar á hann og hefur grunnin aðeins minni. Og síðan heldur bara áfram. Já. Þannig að sko, ef þú ætlar að byggja hús, ef þú ætlar að byggja stóra byggingu til þess að einhver tilgangi, hvort það sé hof eða grafhýsi eða hvað það er, þá píramídi býstna einföld bygging sem þú getur byggt. Og þá kannski ekki svo tilvíðunarkennt að menningarsamfélög aftur og aftur og aftur reisir sér píramída. Það er ekki einfaldari útskýring heldur en einhvers konar, hvað við segja, fornaldar menning, Atlantis eða hvað þú vilt kalla það. Já. Þá var spurningin með þetta líka, þú veist, ok, þú ert að reisa, þú veist, af því að hann sýnir ju myndir af þessu hérna í bókinni, en þá er það bara mjög einfalda byggingar reistar úr grjóti. Menn hefðu getað fundið upp á því að sjálfstæðan mennur. Já, og sérstaklega hugsaður út í það, þú veist. Já, en svo náttúrulega þetta kannski mismunandi heldur en þessi norsku skálar sem við auðvitað finnum líka mikið á Íslandi auðvitað, og kannski mest. Já, en síðan náttúrulega líka spurningin náttúrulega, ég veit ekki hvernig var skóurinn til þessu Íslandi, jú, sem við talum það hafa verið skói vaxið og svona, en er það bara áttu eitthvað svona kjarr, þú veist, hvað var til að, þú veist, almennum skóin svo sérði í Noregi? Já, það var ekkert þannig, þetta var svona birkiskóur, var það ekki? Já, nákvæmlega, og þá náttúrulega þarf það að reisa frekar sko torfhýsi eða eitthvað þannig, eins og þú finnur í Norður-Noregi. Alltaf ég upplifði þetta bara núna þar síðasta sumar. Þá vorum við hérna, þá vorum við að tala um torfhýsi hérna í Norður-Noregi og þá var einmitt einn í hópnum sem spurði býtu hvað það? Og þá hlógu allir, já, það var frá Suður-Noregi, auðvitað það var enginn að reisa torfhýsi við Oslofjörðin vegna að þú varst bara með nógu góðu timbri og menn í Norður-Noregi, það var mikið minna af timbri, þá reistur kannski torfhýsi. Já, menn hafa samt alveg fundið svo þessi, þú veist, þennan típiska vestnorska víkingaraldar svona landnámsskála skilurðu, sem svona ílangur og hlaðinn svona með eitthvað svona vegg og dyr og svona í miðjunni, svona eldstæði í miðjunni þetta sem að eins og landnáms þetta ekki hann í Aðalstræti, er hann ekki þannig en hérna og það auðvitað höfum við mikið, menn hafa fundið það mikið í Vestur-Noregi, svo náttúrulega Ísland og við Færeyjum líka sko. Já, og svo náttúrulega spurningu með þessi hérna þetta var fyrst og næst einhver fiskihjallar eða fjárhús eða eitthvað þannig sem hann að bera saman við og einmitt írskar byggingar. Jú, það getur vel verið eitthvað írskur þræll hafi stungið upp á þessu og einhver, hvað við segja, Þormóður hafi hugsað með þessu, þetta nákvæmt hugmynd til þér, Kjartan minn, við skulum reisa okkur svona hús. Veist, það getur alveg verið þar. Ég veit. Heyrðu, hérna, sko, aðeins þetta sko með hérna það sem er verið að fræða með þessu, við tölum aðeins náðan að þessir íslensku fræðimenn hafa fara svolítið varlega í þetta að gera of mikið úr írskum áhrifum á Íslandi en þetta auðvitað hefur verið mjög vinsælt auðvitað hjá svona og kannski hefur verið nefnt oft hjá svona alþýðu hvað maður segja, fræðimönnum eða leikmönnum og Sverrir Jakobsson segir hérna í grein í Sögu 2017 sem er fjallaði hérna svona sakfræðilega álættumál að tala hérna sko að á 20. öld veltu margir fræðimenn og fleiri áhugamenn sögu fyrir sér keltneskum landnámsmönnum svo hugmynd fór að breiðast út að markviss þöggun ríkti hlut kelta í Íslandssögunni og við viltir að sjá aðdráttur af slíkra hugmynda með við aðstæður og tala hérna að þú veist, Írar og Íslendingar hafi verið líkir og líkar þjóðir og svona nýsjálfstæður og svo ertu með bókmynda, skáldskapar, arfin og þetta og svona og þetta er eitthvað sem ég sé víðar að það sé tala svolítið að þetta sé sko að það sé sko viðtekin söguskoðun eftir að því hugtaki ríkjandi söguskoðun sé svo að Íslendingar séu af norrænum mönnum komin og það sé söguskoðun sem hafi verið haldið á lofti í rauninni bara frá landnámi af því að náttúrulega landnáma
segir Ísland, hér segir sagana því hvernig Ísland byggðist út frá Noregi já. og og að landnáma sé skrifu til þess að sína erlendum róburðarmönnum að fram á vissjum ekki á þrælum komin eitthvað svona þetta svo gaman sko. Svo skemmtilegt orðalag alltaf í þessu og ég sá líka eins og ég tala um Gíslaðan sko, mér finnst hann líka að vera svolítið að tala um þetta eins og það sé sko ekki áhugi íslenski fræðasamfélag sé ekki móttækilegt fyrir svona hugmyndum og er að tala um það í bókakafla sem hann skrifaði 2022 keltnesk áhrif á Íslandi auðvitað ekki að segja þetta sé þöggun eða eitthvað en svona, þú veist, það er ekki svona áhugi svona fyrir þessu svolítið. Nei. Þorvaldur auðvitað kemur inn á þetta líka og ég ætla aðeins að fá að nefna líka sko áhugaverða kennslubók sem ég á gamla sem heitir Sambandið miðaldir eftir Gunnar Karlsson sem undar gömul sko, hún frá 1989 en það einmitt segir hann alltaf áhugavert sko þetta að hann einmitt að segja sko að sjálfmenntaði bóndi sem heitir Benedikt Gíslason skrifaði bók árið 1963 sem heitir Íslenda það sem eru mjög svona kannski frekar róttækar hugmyndir setta fram það að Íslandi hafi verið byggt kristnu fólki upprunnu frá Bretlandseyjum og þetta hafi verið svona frumbyggjar á Íslandi sem að norrænu menn hafi svona komið og undirokað og færir mörg rök fyrir því til dæmis, þú veist, af hverju fóru allir landnámsmenninni drefðu þeir svona, þú veist, svona í kringum allt landi svona fáir, jú það var til þess að undiroka skilur fólki sem var þar fyrir svona eins og nýlenduherrar og allir minnst líka og svona eins og menn hafi verið samkvæmt þessum heimildum þá voru þið með svo mikið að fjö sko segir sko þú veist Þorsteinn Rauðnefur á Fossi sko átti að hafa 2400 kindur sko það útilokaðir ef að geta flutt svona mikið með sér og svo að hér hafi verið komin sko 80-90.000 manns á okkur 60 árum að það útilokað sko, það hlýtur að vera eitthvað fólk fyrir og svona nefni líka bók Árna Óla 1979 landnámi fyrir landnám sem við höfum nú rætt áður líka held ég sem að fjalla svipaðar hugmyndir sko og þetta eru svona bækur sem hafa selst greiðlega vel og er mjög vinsælar þetta ekki sko háskólamenntaðir sagnfræðingar og Gunnar Karlsson segir sko hann segir sko 1989 að þetta séu vinsælar hugmyndir meðal almennings þótt flestir sagnfræðingar hafni þeim og svo kemur svona verkefni til nemendana sem þau eiga að leysa sko eða velta fyrir sér og þá er hann nefnt að segja sko stundum er sagt að hver maður sé sinn eigin sagnfræðingur að fólk hafi það fyrir satt í sögu sem því geðjast best hjálpar þetta til að skýra hvers vegna kenningin týnda undirstétt í landinu er vinsælli meðal sjálfmenntaðra fræðimanna og almennings en fræðimanna með háskólapróf já þetta svolítið athyglisvert sko akkur þetta svona sko það það nefnilega að því það þannig veist, að því að þegar maður byrjar nefnilega að skoða bara þar heimildir sem eru það er rosalega lítið sem ver þessa hugmynd þá að hafi verið eitthvað heilmikið af keltum og séu heilmikið keltnesk áhrif já og það kannski þetta háskólafólk eða þú veist þess maður fræðimenn get ekkert sett neitt fram nema stiga það skotældum rökum já þannig að kannski þess vegna sem að fræðasamfélagið svona aðeins skeptískar á þetta heldur en aðrir að þið síðan þetta til dæmis ég get bara tekið til dæmis ég með dæmi úr bókinni hans Þorvaldar hann segir setur það fram þetta er mjög sérstætt, ég skil ekki af hverju hann heldur þessu fram margir merkustu forngripir keltneskra bronsaldar og járnaldar hafa fundist í Danmörku og nægir þar að nefna sólvagnin, hirndabronsjálma bronslúðra og gundestrupsketilinn sem stór silfurketill ekkert því til fyrirstöðu að keltneska hafi verið tölu í Danmörku og Svíþjóð og reyndar eru örnefni sem stiga það en hann heldur fram, nú tölum við upphafi hvar keltarnir voru og ég náttúrulega nefndi ekki að keltar hefðu verið meir hluti í Danmörku og Svíþjóð hann heldur því fram í skandinavískri fornleifafræði og þá allir mest talað þá til dæmis keltneska járnöld
fyrir þá rómverska járnöld og það allir mest þetta tímabil sem hann að tala og þá þú veist, ákveður að tala keltneska járnöld, jú, því það var svo mikið keltneskum áhrifum og þá spurningin, í hverju fólks þessi keltnesku áhrif, af hverju svo mikið keltneska áhrif og jú, þú sér það allir með sig, þú veist, jú, því sem hann vitnar í hérna en er það vegna þess að keltar réðu yfir þessu svæði, ef það eru meiri hlutin á þessu svæði, eða er það út af verslunum og tengslum við keltneska menningarsamfélagið og það er ástæða fyrir því að fornleifafræðin í Skandinavíu talar þetta svæði sem germanskt, þú veist, fornleifafræðingar hafa ekkert á því að tapa eða græða eða skipti það engu máli hvort að, hvað að segja, Jótlandsskagi 500 fyrir Krist hafi talað eitthvað svona germanstungumál eða eitthvað keltnestungumál, þú veist, það er öllum alveg saman það þannig séð, það eru bara heimildirnar sem stýra því og það sem finnst mér svo skrítið að hann sem fornleifafræði menntaður hoppar strax þangað og heldur í fram að þetta hafi verið þá keltneskt svæði og þarna hafa menn talað eitthvað keltneskt tungumál því það er bara engin fótu fyrir því Nei. Og þú veist, og ég ekki heldur að grípa þetta úr hverju sem ég að læra núna fornleifafræði við háskólann í Tromsö þannig ég nýbúin að vera að lesa þessa keltnesku járnöld og veist, að skrifa verkefni þetta og að brasa í fornleifafræði Já, ég stóðst ekki í móti Þú veist ekki búin að segja mér því Nei, ég stóðst ekki í móti og skráði mig þetta að taka ykkur 30 einingar í fornleifafræði núna Hinn eilífi stúdent Það er nefnilega málið En síðan það sem langar til að segja líka sem hluta af þessu af hverju, og ég held að það sé líka hlutaði af hverju svona leikmenn vilja oft hoppa á eitthvað svona Nú er það ástæði fyrir líka við byrjuðum að tala allir indóevrópsku tungumáli og til dæmis þú ert með tungumál sem hefur verið búið til sem fræðimenn með ákveðnum aðferðum hafa náð að teygja sig aftur í forsöguna og búa til þá proto-germönsku og proto-keltísku sem eru þá tungumál sem eru þá komin af þá þessari eða proto-indóevrópska máli og þá er náttúrulega áhugavert þú ert með skild tungumál keltneska og germanska eru skild tungumál það þýðir þá að mörg orð eru lík rétt eins og bara þegar menn byrjuðu að læra til dæmis sanskrít og það áttuðu menn sér fljótlega á því að sanskrít minni með töluvert á latínu og grísku og það áttuðu menn sér á því að sanskrít tilheyrir indóevrópsku tungumálafjölskyldu og þá var það ekki þannig að latínan hafði áhrif á sanskrítin heldur það sameiginlegt upphaf þannig að til dæmis heilmikið af allir þessu orðsifjafræði sem til dæmis hann Þorvaldur að halda fram mikið frekar einhvern veginn svona skildleiki mikið frekar heldur en að það verið bein keltnesk áhrif það er alveg kjaftaði Við skulum þá aðeins skoða bók Þorvaldar bara En sér líka skjóta líka aðeins öðruinn til dæmis ástæðan fyrir illins líka af hverju mér fannst þetta svo áhugavert að kynna mér þessi mögulegu keltnesku áhrif þegar ég mjög hallur undir þá hugmynda í ýmsu leyti, mér finnst mjög áhugaverð og mjög spennandi það er ástæða fyrir því ég ætlaði mér að skrifa doktorsritgerð þetta en það sem ég hef síðan séð að þetta er alveg brjálæðslega flókið og erfitt að ætla að gera þetta vegna þess að þú verður þá að líta á málvísindin þú verður þá að líta til dæmis á hvernig til dæmis keltneskan skild germönskunni og slíkt þú verður líka að líta á fornleifafræðina hvað höfum við á fornleifafræði þú verður líka að horfa til dæmis á goðafræði og þá er að reyna að leita til dæmis hvernig hefur mögulega keltneskan haft áhrif á norræna goðafræði hvað er það, en því verður líka að horfa á hvað er sameiginlegur menningararfur af því þetta náttúrulega er bæði keltnesk goðafræði þá er írsk goðafræði hvað við kalla og norræn goðafræði er á sama meiði þú veist það er sama goðafræðin sem liggur undir og hver er munurinn, hvar eru raunveruleg keltnesk áhrif á þetta og hvað er eitthvað svona samstofna og síðan verður náttúrulega líka komið sagfræðin inn í þetta þú getur mögulega, þú verður að flétta inn þjóðfræði til þess að reyna að skilja til þess betur álfatrúin á Íslandi til dæmis og álfatrúin á Írlandi hvað er það fyrirbrigði? Er það vegna þess að það voru keltnesk áhrif sem mótuðu álfatrúin á Íslandi eða er álfatrúin á Íslandi líka kannski afbrigði norskrar álfatrúar og huldufólkstrúar sem er þá eitthvað kelt og germanst fyrirbrigði þú veist,
Það er eiginlega vonlust að ætla að skilja allar þessar fléttur frá hver annarri og þess vegna eru fræðimenn svona skeptískir út í þetta. Af því þú alltaf líka að skoða, sko, þú veist, íslenska menningu eins og hún er í dag og svo íslenska menningu tungumál eins og hún var á landnámsöld. Svo þarfst að hafa, sko, írska menningu og tungumál eins og er í dag og írska menningu og tungumál eins og var á landnámsöld og svo norska menningu og tungumál eins og var í dag og víkingaöld og það er kannski svolítið marga breytur af því að hvað hefur áhrif á hvað af því að auðvitað hefur verið bent á að sko auðvitað getur náttúrulega norræna menningin haft áhrif á þá írsku og svo framvegis sko og við vitum alveg það alveg svo við töluðum áðan orð og örnefni svona sem er alveg óeikjandi að séu úr írsku þá eru líka alveg til orð úr þessum í þessari gelísku sem að er engin áhöld upp að þau séu tökuorð eða lánorð frá norrænu eins og til dæmis ykkur orðum bardaga og vopn og svona sem að þeir voru að fá lána frá norrænum mönnum og svona skip og slíkt og til dæmis fyrsta borgin eða fyrsti bærin í Írlandi það er Dyflinni og hvers konar bær er það? Jú, það er norræn bær það eru norrænir menn sem það er vikingabær fyrst og fremst og það er náttúrulega líka þú veist þar sé maður náttúrulega þessu norsku áhrif eða norrænu áhrif. Já, mér kan nefna þess því að menn hafa farið í alls konar æfingar til þess að skoða þetta og sko það eru þessar beinaransóknir og svona, ég þekki ekki alveg nákvæmlega hvað hefur komið upp úr því. Mér finnst ég alveg að hafa lesið bæði sko, að íslensk bein séu lík írskum og norskum sko. En það svo virðist sem að rannsóknir á húsdýrum sko og þessi dýr virðast hafa verið alveg frá Noregi komin sko en sér líka það að skjóta inn allar þessar tölur til dæmis þeim náttúrulega getur maður ekki verið að trúa sko eða eitthvað sem er þekkt í miðaldasagfræðinni þá er það að allar tölur eru íkjur. Hvaða tölur ertu að tala um? Nei, eins og til dæmis þegar menn er að tala um það hvað einhver var með svona mikið af fé og svona. Já, nei. En ég er að tala um sko erðafræðilegar sko rannsóknar á dýrum sko. Já. Svo til dæmis sko sauðféð er af sko fornum stutturófustofni sem finnast leifar af í norðvestur Evrópu og er skyldast gamla norska stuttrófufénu en gagnólíkt færisku sauðfé sem er ættað frá Írlandi. Nú er ég að lesa hérna upp úr Birni Þorsteinsinni. Hrossin eru sérstakur stofn sem ekki lengur til á meginlandi Evrópu, það er að segja Íslandshesturinn en er skyldur Hjaltlandshestinum. Hross beinagreindur frá víkingaöld sem fundist hafa bæði í Noregi og Íslandi sína þá hafa hestar í báðum löndum verið svipaðar að stærð og beinabyggingu. Kettirnir eru á norrænum stofni hundarnir náttúrulega íslenski fjárhundurinn með hringaskott er líka norrænn og íslensku svínin sem eru horfin svo var vist íslenskur hundur sem ég veist ekki úlfhundakyni sem er talið hérna fyrir íslenskum heimildum fyrir móðuharindin, það vissi ég ekki af það vissi ég ekki heldur en allavega þannig að við erum með það og svo erum við með menn hafa farið í þetta líka mælingar á fólki og sko eitthvað svona auglita og hára eitthvað sko hárlit og svo náttúrulega þessa blóðflokka greiningu sko þessa erðafræði Jú. Og svo ertu náttúrulega með þessa sagfræðilegu greiningu og þá auðvitað hafa menn auðvitað sko tekið landnámi alveg og bara stúderað hana í döðlur sko og það er til dæmis vitnað í Jón Steffensen sko sem er að skrifa miðja 20. öld það sem að hann haldið því fram sko að mögulega veru sko Íslendingar sko jafnvel 30-40% af Íslendingum á landnámsöld hafi verið sko af gelískum uppruna og er þá með eitthvað rosa útrekninga byggt á sögulegum heimildum í landnámu. Ég hef ekki lesið þá bókbeint, ég hef bara séð vitnað í hana sko þannig ég þóra eins og ekki að fara með það hvernig það er reknað út sko. Nei. Og svo náttúrulega þetta nafngreinda aðila í sögulegum heimildum og í bókmentum og svona alveg verið bara sko stúderað sko bara alveg í ræmur og hægt að finna ýmislegt sko í þessu en svona þegar upp er staðið þetta svona kannski það sem að við höfum svona af
kannski svona beinhörðum staðreyndum kannski, það þá kannski helst þetta sem málvísindin segja okkur tungumálið og svo náttúrulega það sem við höfum úr þessum þessari erfðafræði sem það að við séum að konurnar séu þá mögulega 60% af gelískum uppruna en ekki dýrin greinilega og svo hefur þá menningin, þessi írska gelíska menning svona, það svona hinn viðtekna söguskoðun allavega að hún hafi þá eyðst út eða orðið barinn niður eða eitthvað svoleiðis en það voru þetta allt lágstéttar fólk sem að voru það af gelískum uppruna með örfáum undantekningum auðvitað, ég meina Auður djúpúðga var nú drottning í Dyflinni og hennar fólk afkomendur hennar eru síðan Orkneyja jarlarnir og eitthvað svona þannig að þetta undantekningar á þessu En það var samt að sjáu samt að, þú veist, það ástæði fyrir því að söguskoðun ennþá ráðandi eins og hún Já, mér finnst líka svolítið spurninga því að aftur að þessari gömlu kennslubók sem ég var hérna að glugga í sem ég fannst svolítið skemmtilega skrifuð að hann lætur nemendurna líka velta fyrir sér hérna einmitt mjög áhugaverðri spurningu sko, sem svona segjum að blóð og bein Íslendinga bendi til þess að þeir séu í ætt við þjóðir Bretlandseyja, ekki síður en Normenn hins vegar sýnir tungumálið ótvírætt að menning okkar komin frá Noregi. Hvort finnst ykkur skipta meira máli í sögu, líkamlegur uppruni þjóðar eða menningar uppruni? Þetta svolítið áhugaverð spurning sem að framhaldsskóla nemendur geta velt fyrir sér en líka við hér í hlaðvarpinu Söguskofun. Hvaða máli skiptir það ef við erum, þú veist? Einmitt. Þú áhugavert fyrirbrigði þetta, þú veist, það svona smá svona, áhugavert, gaman að vita þetta. En þú veist eins og til mér finnst þér þú eitthvað fyrst svo Írar þá sko þú veist þeir eru frændur okkar sko Já, sagt eitthvað þannig en en það samt ekki þannig samt að það því svona eða, veist, Ísland ekki fyrir að berja sér því að núna Írland verið tekið inn í Norðurlandaráð Nei en svo það kannski líka þú veist, þetta kannski hjálpa til að búið til svolítið svona séreinkenni þá íslensku þjóðurna líka þú veist að líta auðvitað náttúrulega skal það auðvitað nefnast náttúrulega líka náttúrulega svona einhverja svona blóð rannsóknar svona allt sem hefur með svona einhverja svona höfukúpumælingar og hárlit og auglit og svona þetta náttúrulega eitthvað sem hefur verið svolítið tabú hérna síðan í seinni heimsstyrjöld sko menn er hræddir við þetta Já, þetta ekkert svona eitthvað sem að kannski en allavega þú veist þetta kannski hjálpa til við að svona búa til einhverju svona sérstöðu og já, við erum ekkert alveg eins og Normenn við erum blanda á Normennum og Írum skilurðu, þeir eru bara Normenn þeir eru bara Normenn við erum blanda það er vitt það fyndi en já, ef við erum að snúa okkur aðeins að þessari bók Já, þessi bók, hún varð mjög vinsæl, seldist upp og hefur alveg fengið miklar góða viðtökur og svona, hefur fengið mikla athygli, mikla fjölmiðlathygli og hérna, Þorvaldur hefur verið í viðtölum og verið að flytja erindi hér og þar og ég mitt hlustað á erindi sem hann hélt á Skriðuklaustri sem á YouTube, mjög skemmtilegt erindi, mæli með því og hérna og þessi bók seldist upp og hlaut bókmenntaverðlaun bókaverslana í flokki fræðibóka og var jafnframt mest selda fræðibók ársins 2022 Gerið aðri betur Þetta einmitt, þú veist ástæðan fyrir því okkur mér langaði til þess að lesa þessa bók og svo, fekk ég bókina og las hana og var fyrir gífurlegum vonbrigðum bara á fyrstu blaðsíðum Þetta ekki fræðibók Nei Það alveg svo einfalt, þetta ekki fræðibók og hún stappfull af því miður, hún full af staðnættavillum og til dæmis hann mér varst það mjög áhugavert, hann hélt í fram sér þetta Gallipoli skagi, til dæmis frægur fyrir heimsstyrjöldinni, hann hélt í fram þetta væri þá Gallaborg og Póli þá, Pólis á grísku Það kólrangt Þetta Gallipoli þýðir fallega borgin Kallos á grísku sem þýðir fallegt og svo Pólis og það sem að ég sá mjög fljótt að þegar ég til dæmis byrja að slá upp öllum þessum orðum sem hann að útskýra sem gelískum
að það var enga stund að finna út úr því að það er kolrangt og þú ert með sem sagt norrænar orðsifjar sem útskýra orðið sem er mun meira sannferðandi heldur en þessar sko hundakúnstir sem hann þarf að beita til þess að reyna að útskýra eitthvað orð sem gelist og svo verður þetta bara verra og sérstaklega runna með tvær grímur þegar hann fann að tala um Atlantis og komin inn í einhverju orðsifja fræði eins og Snorri Sturluson beitir þú veist eins og ég oft nota sem dæmi þegar að ásarnir æsirnir það er ás og Asía að það hljómar líkt þá er það tengingin sko þess vegna segir Snorri sko að æsirnir komið frá Asíu og frá Trójuborg og hann tekur upp til þess þær orðsifjar sem er algjör þvættingur, þú veist, við vitum það, þú veist, ás og Asía og ekki nokkuð, ekkert skilt, bara tilviljun. Sko, hann er þetta svolítið, kemur svolítið svona heilstefta kenningu, hann er að tala náttúrulega orðin, talar mörg orð sem að hann vil meina séu eigi uppruna eða líklega eru komin úr gelísku í nútíma íslensku og inngangurinn að því er einmitt þetta, það er auðvitað mörg orð íslensku sem er ekki notuð í hinum Norrlandatungumálunum og síðan er hann líka að tala svolítið þessa gelísku kristni, er það ekki? Jú. Og hann er líka að tala svolítið svona þjóðtrú og svona og þjóðmenning sem á ekki að hans mati hliðstæðu hjá hinum Norrlöndunum og þannig er hann, ef ég skil þetta rétt, að taka saman svolítið svona heilstefta kenningu þetta og ráðast þó gegn þessari hefðbundnu söguskoðun sem við nefndum hérna áðan, sem hefur verið frá landnámu að Ísland sé fyrst og fremst norræn þjóð. Já, en það er einn af göllunum við bókina, það er einmitt þetta sem hann er að tala þessa keltisku kristni, hann setur það fram eins og það hafi verið einhvern veginn sér kirkjustofnun og sér kirkja og það er bara algjör drugl. Þessi keltneski kristni var alls ekkert einhvern veginn eins og sér kirkjustofnun og hann talar þetta eins og rómversk kaþólskan hafi verið í stríði við þessa keltnesku kristni og náðu berjan og brakkaftur og kristnina takan á alþengi hafa til þess verið á sigur rómarkirkjunar gegn einhvern veginn sko keltneski kristni sem var til á Íslandi og þetta er bara þvættingur. Það er ekkert til í því og það er ekki annað að bara googla þetta. Ef lesa þetta áhuga á þessu þá bara googla keltisk kristni þá Celtic Christianity versus Roman Catholicism eða eitthvað slíkt og þá sérðu strax fræðimenn sem að halda þér fram að það sé bara rugl að vera að búa til ykkur og svona kirkjustofnun sem hafa ekki verið til ég vann að smeta líka í tengslu með meistarritgerðina mína, það er líka þess vegna sem ég þekki til. Nákvæmlega, en þetta eru þessi orð sem að eru svolítið skemmtileg hann tekur fyrir alveg mörg orð sem hann segir og örnefni sem eru líklegast úr gelísku komin að hans mati afbragð, bardagi, bjáni, bleiða, brjálaður, bros, búskapur, draugur, fela, fíla, gramur, karamella, knapi nú ég taka þetta í stafrásröð þetta eru svona og eins og þú segir þá er finnst mér sumt af þessu búskapur dregið af bó sem þýðir kýr en þetta er náttúrulega ég er nú ekki búin að kíkja á orðsifjabókina en ég get mér til það þetta er náttúrulega til í norsku og norrænu og í þýsku bá og er þetta ekki hús eða heimili eða eitthvað? Já, eitthvað slíkt og til dæmis ég sló núna upp til dæmis orðið þjóð hann heldur fram orðið þjóð eða túað já þetta sé gelíska, þjóð og túað en ef ég slæ hérna upp til dæmis þjóð þá sé ég náttúrulega til dæmis úr fornnorsku þá þjóð þá proto-germönsku þedó eða eitthvað neins slíkt og ef ég slæsi hann upp þá túað sem er þá á írsku þá líka þjóð þá finn ég það til dæmis forn írska, túað síðan finn ég proto-keltneska túta frá proto-indoevrósku tefte, ég var ekki hugmynd hvort ég bera þetta fram rétt en þá sér bara þjóð og túað er mjög líkt hvernig stendur á því? Jú, þetta náttúrulega fornt orð sem á sameiginlegan uppruna, hvort sem það í gelísku eða norrænu í gegnum þá proto-indo-evrósku. Já, einmitt, já.
og þú veist, það endalaust svona dæmi, þannig að hann heldur í fram og þetta einmitt þessi flétta sem ég var að tala hvað eru keltnesk áhrif á norrænuna eða hvað afleiðing sameiginlegra róta og þetta svona mikill hnjúður á þessu riti að orðsifjarnar eru mikið sko svona ég veit ekki lýsi hvernig maður útskýra þetta því þetta svo einfalt að fletta upp þessum orðum og sjá hvaðan þau koma og af hverju þetta þú veist, af hverju þetta eins og þetta þú veist, af hverju þetta ekki keltnesk áhrif á íslensku það ástæð fyrir því allir fræðimenn haldaði fram að þessi keltnesku orði eru bara einhverju tugir, kannski nokkur hundruð en svo tekur hann fyrir mörg örnefni og skemmtilega kenningar eins og saurbær til dæmis saur, segir hann þessi gelíska og því mikill og þess vegna eru þessi stórbíli sem að heita saurbær miklibær basically sko kerling samkvæmt þessari kenningu hvað því það nú aftur það ekki íska gyðja eða eitthvað líka og Akureyri sem nú okkar heimabær hvað var hann nú aftur sem hann sagði það hefur aldrei verið kornstrá að þessari litlu Akureyri já okkur heitir nú það, Akur gelíska og þýðir skipalægið var það ekki og Akureyrin eða pollurinn Akureyri eitthvað besta skipalægi á Norðurlandi já og svolítið mikið af svona örnefna skýringum eru svolítið af þessu með það að segja sko, hinn hefðbundna skýring meikar ekki sens Bolungavík sko Bólungur rekaviður eða eitthvað en það engin rekaviður á Bólungavík það hlýtur að því eitthvað annað og svo framvegis og svo kemur þá gelíska skýringin þá meikar það meira sens og eins og hann setur það fram Já, en maður verður samt að passa að sjá því hvernig hann setur það fram því ég tók líka eftir í bókinni hann sleppur ofta að tala það sem passar ekki en svo til dæmis, hann heldur í fram að goði og þetta goða fyrirbrigða það kom fyrir sér bara til á Íslandi og þá horfir hann til dæmis fram hjá rúna áletrunum eða rúnum sem hafa fundist til með í Noregi sem tala nota orðið goði þannig að þú veist það líka hluta þú veist vandamáluna hann svo fastur með þessi keltnesku glerugu að hann horfir fram með því sem passar ekki og velur bara það sem passar við og sér náttúrulega einstæðan orðið náttúrulega skipta líka meiningu svo orðið ljótur það þýttir ljós áður fyrir og var nú jákvætt orð, það svona orð með nöfn eins og bergljót og eitthvað slíkt það sé náttúrulega bara snýr meiningin einhvern veginn eða þýðing orðsins það var náttúrulega eins með saur, ég hef heyrt það áður og því Mikluberg og þannig en ég hef ekki heyrt ég hef aldrei heyrt það sé keltnesk áhrif heldur orðið saur þýtti eitthvað annað áður fyrr segir mann ekki hvað það gerir en getur þetta ekki stundu talað að þetta sé af sír eða eitthvað sem svín getur vel verið, ég man ekki hverja en svo ein áhugaverð kenning tilgáta, það sko Noregur það var ótrúlegt sem náttúrulega norðurvegur nákvæmlega, einfalt en samkvæmt keltnesku skýringunni þá þetta Noar sem þýðir austur og þá þetta eins og Íslendingar töluðu austmenn sem voru normenn og meðan vestmenn voru þá Írar og Skotar eins og Vestmannaeyjar en svo kannski getur maður spurt er ekki líklega þetta sé bara norðurvegur Jú, og ég skil ekki heldur okkur með austmenn því austmenn held að vera svíjar ég man ekki til snokktum að lesa austmenn vera með norðmenn og það verður meira áttu það fólk en síðan eru þjóðtrúin svolítið tekin fyrir líka hvað segir hann það? Svona þjóðhættir og siðir og þjóðtrú og svona ég man hann tala svolítið um grílu sko áhugavert fyrirbæri gríla Já, og það til dæmis mjög gott dæmi það sem hann sleppur í að tala hluti fyrsti hluti segðu mér fyrst hvernig hann útskýrir grílu þetta er sem sagt gelísk það ekki vetrargeðja sem að kom alltaf á misserisskiptunum sem að þá núna í október sem það sama og Halloween kemur frá Já. að þá voru menn að fórna börnum til þessara geðju og öðrum hlutum og þetta þá hugmyndin að akkur börnum stafar svona mikil hætta af grílu kannski komið frá þessu sko hún sé í rauninni þessi vetrargyðja Já það ekki rétt skil hjá mér?
ég hef ekki lesið bókina en ég hef hlustað á hann bara tala um þetta og lesið hans þetta sko. Jú, ég reyna að fletta hérna upp ég verði að kjöna það þegar ég komið svona langt í bókina þá verði fann að lesa askoti hrætt yfir þetta jú, það er rétt hjá hérna með þetta fyrir frá mig ég með þetta vetraríki hennar hófst ár hvert á hennar fórnum misserskiptum 31. október já. En það allir með hérna er alveg típist sko, hann allir með sleppir í þá að tala um það allir með það fyrstu hluti Sverrisögu er þekkt sem Grýla Já. þannig að Grýla allir með þekkt úr Noregi og Grýla er norrænt fyrirbrigði eins og finnur náttúrulega í Færeyjum og hérna á Hjaltlandseyjum og svona og þá einmitt hann náttúrulega bara búin að velja úr hluti sem passar fyrir hans útskýringu og horfið fram í hluti sem ekki passa og svo þegar maður byrjar að rýna í hlutina að þá náttúrulega hrýnur útskýringin en fyrir leikmann sem veit ekki til dæmis að fyrstu hluti Sverrisögu heiti Grýla vegna þess að viðkomandi er ekki sérfræðingur í norrænum fræðum þá getur alveg þetta hljóma sannfærandi og áhugaverð hugmynd og spennandi hugmyndin, já Grýla já, einhver keltna skifja á hvað það er áhugavert og spennandi ég var til að lesa meira um þetta en svo byrjar maður að skoða hlutin og þá hrýnur þetta allt saman Já, ég var aðeins að skoða viðbröð við þessari bókina og það eru margir sem er svo var vitnað hérna í eina Facebook-færslu þar sem ykkur sagði sko nú þurfum við að fara að endurskoða sko Íslandssöguna og getum farið að segja hérna íslenska þjóðin eigi upp á sitt sko miklu fyrr heldur en 1874 að út af þessu og svo framvegis sko já. og ég les hérna inn á bloggsíðinni bókmennturlistir.is sem að held ég að sé Ármann Jakobsson er ekki rétt hjá mér Ármann Jakobsson, bókmenntafræðiprófessor hann segist að lesi hérna á netinu lesi hérna á samfélagsmiðlum að sérstaklega málvísindamenn hefðu hunsað keltnesk áhrif og íslenska tungu en það er nú ekki rétt og nefnir hérna Hafinnan eftir Helga Guðmundsson prófessor sem að fjallaði mikið um þetta, kom út 1997 og fleiri bækur sem hafa komið út það sem hefur verið fjallað um þetta og svo nefnir hann hérna bók Hermanns Pálssonar sem við nefndum hérna áðan Keltar á Íslandi sem kom 97 og svo segir hann hérna ég las líka á netinu að þó að ágætir fræðimenn hefðu vakið athygli á þessum tengslum hafi því alltaf verið tekið með þögn og fálæti í því ljós er áhugavert að sjá opnu viðtal Deva fyrir Gísla Sigurðsson frá 1986 á myndinni og svo birtir að mynd hérna risastóri opnu viðtali hérna við Gísla Sigurðsson það sem hann er að tala um að ískýrþrælar hafi komið hérna með sagnarlistina til Íslands þess að við vorum að tala um hérna það sko og svo endar hann þetta á að segja hérna rétt er því að setja fram aðra atvikalýsingu Íslendingar elska hugmyndin um að við séum skyld keltum og hafa fátt meira rannsaka og fjallað að minnstu kosti seinustu 60 ár þó alltaf mér rannsaka meira ef ný gögn eða áhugaverða túlkanir koma fram þar hafa málvísindamenn sannarlega ekki leið á liði sínu og en ég var svolítið að leita að svolítið svona fræðilegri gagnrýni á þessa bók ég fann það nú ekki svona í fljótu bragði annað en þar sem að hann Eiríkur Rögnvaldsson skrifaði prófessor í íslenskri málfræði sem hann skrifur á sína vefsíðu þar sem að hann er að fjalla svolítið þessa orða eins og þú kallar það hundakúnstir og hann hafnar þessu nú eiginlega alveg sko segir að þetta hafi verið rannsakað vel af bæði Helga Guðmundsssyni áðurnefndum hann í bókinni og hérna sem þetta vel tekið fyrir og svo íslenskri orðsifjabók eftir Ásgeir Blöndal Magnússon sem mikið talað um þetta og það séu vöndu verk og það verður þetta líka kannski það sem ég var að spáði þegar ég skoða þennan orðalista þetta bara fyrsta sem að gera er að fara í orðsifjabókina og sjá hvernig þetta er útskýrt þar sko og þú getur líka flett þessum orðum upp í Wiktionary Wiktionary er mjög gott líka þá fara tengingar náttúrulega líka við alveg allt aftur til indoevrósku eða proto-indoevrósku Já, Eiríkur talar einmitt að Ásgeir hafi skýrt megni af þessum orðum í íslenskri orðsifjabók á annan hátt heldur en Þorvaldur gerir og svo nefnir hann hér að bæði Helgi og Ásgeir séu lærðir málfræðingar sem byggja umfjöllun sína á þekkingu á málsögu og orðsifjafræði Já, en hann dæmir þetta svolítið þannig segir hérna sko til að byrja með segir hérna sko nú hef ég reynt í gegnum bókina
þótt 100 öftustu síðu bókarinnar séu skráið yfir ýmiss konar íslenska orð sem getur verið komin úr gelísku að mati höfundar eru ekki færin einar rök fyrir því og ekki vísað inn einar heimildir. Segir svo hérna tenging íslenskra orða við gelísku orði í bókinni virðist hins vegar einkum byggð á yfirborðslíkindum í rithætti og merkingarlíkindum sem stundum eru langsótt án tillits til framburðar, hljóðsögu og hljóðþróunar og án nokkurs tillits til annara skýringa sem hafa verið setta fram eða tilrauna til að hrekja þær. Já. Og svo endar hann greinina hérna að segja að það má vel vera að gelísk áhrif séu áberandi í öðrum sviðum íslenskar sögu og menningar, til dæmis í fornlegum og þjóðsögum. Það hef ég ekki forsendu til að dæma, en það sem sagt í umræddri bók mikil gelísk áhrif á tungumáli stenst enga skoðun. Nei, ég held að það er mjög góð ástæði fyrir því að af hverju fræðimenn hafa ekkert verið að ræða þessa bók og það er verið að halda fram alveg allavega hlutum og það er ekkert vísað í heimildir og ég er ekki til þess að vera slá með en ég er meistaragráði í miðaldasakfræði, ég er náttúrulega með B.A.gráði í norrænum og keltnesku fræðum og þetta er alveg svona hluti af mínu sérsviði og það er bara skýning gegnum allt í bókinni hvað þetta er. Ég veit ekki eins og hvernig maður er að orða þetta, illa unnið eða ég skil ekki. Ég veit. Og náttúrulega ástæða fyrir okkur fræðimenn ekki að ræða þessa bók er náttúrulega bara sama ástæða fyrir okkur menn ekki að ræða eins og ég sagði hérna í upphafi, Erik von Däniken og eitthvað Ancient Astronaut Theory, þessi bók því miður er bara í sama á sömu hillu. Já, þá hefur við fengið hér úrskurð fulltrúa hlaðvarps söguskoðunar sem fór á stúfana og las bókina. Þessi bók hefur selst við það og við lefum henni að dæma sig sjálf og þetta er auðvitað mjög áhugavert málefni og skemmtilegt málefni að ræða og skemmtilegt að spekulera í og verður auðvitað alltaf mikið að spekulasjónum svona en svo auðvitað þegar kemur að svona inn í fræðilegu umræðu þá hafa menn auðvitað þurft að setja ekki fram eitthvað nema að vera með mjög skottilt sönnunargögn fyrir því og svo framvegis. Ákvæðlega. Það er ekki, það er gaman að spjalla þetta. Já, ákvæðlega. En við íslenska þjóðin, við erum örugglega engin vafi á því að við erum blönduð að uppbruna og það held ég, og það er kannski bottom line í þessar umræði hér að þú veist, það voru hér írskir þrælar og það var norræn yfirstétt og svo kannski geta menningar áhrifin dáið út og svo það þekkir maður þetta mjög mörgum öðrum dæmum, ég meina það eru eins og bara Vestur-Íslendingar til dæmis, ég meina tungumáli deyr út og verður undir hjá henni svona dóminerandi menningu. Algjörlega. Þó svo að vestur-íslenska menningin séu þetta ennþá mjög sterk en það er náttúrulega bara liðin 100 ár síðan. Já. Hóruð bara keltana í Fraklandi. Já. Til dæmis. Og það er kannski aftur svona, við förum heilan hring aftur að keltunum, við vorum að tala í upp af kelta og hvernig keltar byggu í aftur í Evrópu og til dæmis keltar auðvitað voru í Fraklandi og voru kallaði gallar af Rómverjum og og ég myndi þess að þau vorum að tala mástu Anna Komnena, bísanska prinsessan sem var að skrifa latínumenn þegar þeir komu til Konstantínópel á 11. öld, þá talaði hann alltaf þá sem kelta. Já. Kelta, og það voru þá einmitt keltar sem blönduðust við Germani og Germanir hafa verið yfirstétt þar. Já. Og svo náttúrulega Rómverjarnir voru náttúrulega líka yfirstétt. Það er ekki mikið eftir að keltneskum áhrifum í nútíma frönsku býst ég við. Og það var hundsvit á því en ekki það er mjög lítið. Ef þú til að skotin Lyon til dæmis, Lúdúnum held ég á keltnesku. Þú sér svona örnefni þá einmitt. Já. En niðurstaðan þá kannski á Ísland hvað við segja að Íslendingar eru afkomendur írskra þræla og norrænna tapara. En já, einmitt. Þeirra sem töpu í valdabarátinu í Noregi og hrökkluðust til Íslands og þurfti svo að skrifa stóra bækur til þess að einhvern veginn bæta mannorðið. Já, nákvæmlega. Herðu, keltar á Íslandi, áhugavert málefni og skemmtilegt að spá í þessu. Erum við ekki bara að fara að vera góðir í bili? Jó, þetta er komið gott. Þá segjum við það gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag, kæru hlustendur. Við mætum hér aftur í næsta þætti.
ætlum þá að ræða með eitthvað allt annað og skemmtilegt. Við hvetjum hlustendur til að like okkur á Facebook, það er að hafa samband við okkur þar eða á söguskoðun@gmail.com. Endilega like okkur og deil okkur að því sögðu. Kveðjum við héðan í dag, verið þið sæl.